Sumul og verið hjartanlega velkomin á íslensku ánægjuvogina, bæði þið sem eru hér í sal og þið sem eru með okkur í streyminu. Og í dag þá svo sannarlega dagur til að fagna, því að þetta í 27. skipti sem að þessar samfelldu opinberu mælingar á ánægju Íslendinga eru birtar. Og í stjórn íslensku ánægjuvogarinnar auk mín eru þau Gunnar Thorberg hjá Kapal, markaðssérfræðingur, og Lóa Bára Magnúsdóttir sem framkvæmdastjóri markaðs og sölu hjá Origo. En að þar sem að íslenska ánægjuvogin fylgir alþjóðlegum stöðlum og hefur horft til bæði bandarísku ánægjuvogarinnar og þeirra evrópsku, að þá ákvað stjórnin í ársbyrjun 24 áður en mælingar hófust að gera örlitlar breytingar til þess að vera í takt við þessar erlendu ánægjuvogir og eins til að upp á samanburð og vera í samræmi. Og þessi ákvörðun hún leiddi til þess að nú fást niðurstöður fleiri fyrirtækja birtar sem einstaklega ánægjulegt. Og fyrir þá sem að ekki þekkja til að þá íslenska ánægjuvogin félag í eigu Stjórnvísi sem stærsta stjórnunarfélag á Íslandi og í eigu sinna félagsmanna og rekið án fjárhagslegs ávinnings. Og það sem gerir íslensku ánægjuvogina svo einstaka og sérstaka og ólíka í rauninni öllum öðrum rannsóknum að það veit enginn í rauninni hvaða markaði verið að mæla eða á hvaða tíma hvaða markaður mældur. Þannig að breiddin orðin svo löng og fyrirtæki þau geta ekki greitt sig í rauninni fyrirfram eða pantað að vera með í ánægjuvoginni. Það stjórnin sem ákveður í hver skipti hvaða markaði skuli vera mældir. Og hún mjög mikilvæg ánægjuvogin vegna þess að það eru sterk tengsl á milli ánægjuviðskiptavina og þeirra afkomu, góðu afkomu sem fyrirtæki geta gert sér vonir En hvaða markaði skyldi vera að hækka og hverjir eru að lækka og hverjir standa í stað og hvar liggur teygnin í ár hjá sumum mörkuðum? Hún í verði, gæðum, hún í upplifun, þjónustu? Það ekki eftir neina að bíða og ég vil bjóða Trausta Haraldsson, framkvæmdastjóra Prósent-rannsókna. Velkomin og gefum honum orðið. Takk fyrir það. Ekki allir bara slakir? Heyrist það. Hörðu, ég ætla að vera svona snöggur en fara samt aðeins yfir aðferðafræðina og aðeins nánar íslensku ánægjuvogina og áður við vindum okkur í niðurstöður. En eins og Gunnhildur kom vel inn á áðan, þá náttúrulega tilgangurinn að vera með hlutlausa mælingu og enginn getur borgað sig inn í ánægjuvogina. Þannig að enginn veit hvaða markaði vera að mæla hverju sinni eða hvaða fyrirtæki komast inn. Það líka, fyrirtækin þurfa að vera með að lágmarki 15% hlutdeild á íslenska markaðum til að komast inn. Þannig að við erum að tala fyrirtæki sem eru aðeins stærri. Þetta verður gaman að geta mælt öll fyrirtækin en vonandi mun það kannski gerast eitthvað með tímanum. Og frábært líka að sjá bara hvernig erum við að standa okkur við samanborið við samkeppnina og með að nota svona hlutlausa mælingu þá meira hægt að bera þetta saman og eins og þið sannarlega notið þetta í auglýsingum til ykkar viðskiptavina og starfsfólks og fleira. Við vorum með þetta núna frá apríl til desember, könnuðum ánægjuvogina jafnt og þétt frá þessum tíma og þetta eru 18 ára eldri og hver markaður inniheldur 2000 manns sem við sendum könnunin á. Núna erum við að mæla það eru 48 fyrirtæki sem að komast inn í ánægjuvogina, voru 39 í fyrra, þrátt fyrir að við sem að mæla jafn marga markaði. Það eru bara komið fleiri fyrirtæki, en þetta eru svona flott vörumerki hérna sem við erum að sjá og þið munið sjá eftir hvernig þessi fyrirtæki að raðast á sínu markaði. Og eins og Gunnhildur kom inn á þá var gerð ákveðin breyting á aðferðafræðinni, ekki mikil, en fyrst og fremst til að vera alveg í takt við bandarísku og evrópsku ánægjuvogina og þá getum við líka að fara að bera okkur meira saman við þar niðurstöður sem að koma þar, bara eins og í Bretlandi og norrænu löndunum, það fullt að góðum upplýsingum þar. Þannig að áður hefur við alltaf spurt hvar verslar eru oftast, en núna hvar verslar yfir ákveð tímabil. Því við erum í dag að versla miklu meiri fyrirtæki og hverju markaði fyrir sig, samkeppnin mikið að breytast og sem dæmi í dag það helmingur þjóðarinnar í viðskiptum við fleiri en einn banka. Sem kannski bara heyrðist ekki fyrir 20 árum síðan. Þannig að það mikið að breytast og því þurfum við að sjálfsögðu að vera í takt við nútímann.
Bara sýna hvað fyrirtækin nýta sér vel þessar niðurstöður á íslensku ánægjuvoginni. Við gerum líka rannsókn sem sýndi það að sjá þetta myndmerki hefur áhrif á fólk, bæði val á nýju fyrirtæki að velja Þannig að þetta mjög mikilvægur myndmerki að hafa íslensku ánægjuvogina hjá sér. Klassík spurning þegar fyrirtæki fá giltmerki eða blátt merki, hvað má segja og hvað má ekki gera. Það eru mjög góðar spurningar spurt og svarað á stjórnvísi, en svona á mannamáli þeir sem fá gilta merkið, þá eru þeir marktækt hærri heldur en þá aðilega það fyrirtæki sem í öðru sæti. Og bláa, sem er alveg frábært að fá líka, þá þú mælist hæst, en það ekki marktækur á fyrsta sætinu og öðru sæti. Það rauninni munurinn. Spurningar ánægjuvoginni, þær eru 3 talsins sem mynda ánægjuvogina og heildar ánægjan og mjög kröfuhör spurning að vera hið fullkomna fyrirtæki og síðan væntingarnar. Og síðan erum við ítalegir spurningar þar undir, þannig að þeir sem vilja fjárfesta í skýrslunni geta séð nánar hvað að hafa áhrif á ánægju viðskiptavina okkar. Er það ímyndin, er það væntingarnar, gæði þjónustu, gæði vöru úrvals, mat á verðmætum, virði þjónustu, og síðan sjálfsögðu tryggðin, og það undir meðmælaskorið, NPS spurningin og ástæður fyrir því á hverju fólk að mæla með okkur og á hverju ekki. Og síðan annað skipti í ár sem líka vorum að uppfæra samanborið bandarísku ánægjuvogina, að þá erum við búin að bæta við spurningar kvartanir. Kvartanir hafa nefnilega gífurlega áhrif á ánægju viðskiptavina og ég ætla að sýna ykkur aðeins það að í meðaltali öll þau fyrirtæki sem mældum núna, að það kemur í ljós að sirka 4/4 hefðu ástæðu til að kvarta eða kvörtuðu. Og það sem svona stóra myndin í þessu að það bara 5% sem létu vita. Hinn 18%, ég hef ástæðu en gerði það ekki. Og hvaða áhrif hefur þetta? Við skoðum svona þeir sem lenda í þessu þjónustu rofi, hvað gera þau? Þau kvarta, eru þau ánægðir með upplifuna þegar láta vita. Og þá kemur í ljós að helmingurinn, 53%, að gefa einhvern 1 til 6 hversu vel kvörtunin var meðhöndluð. Fyrir mig tátan þetta þarna að við getum gífurlegt tækifæri til að gera betur, taka betur á móti kvörtunum og ábendingum, og það gífurlegt tækifæri bara til að hafa áhrif á ánægju viðskiptavina. Og meðaltalið var einmitt 5,9 að meðaltalið í öllum fyrirtækjum hversu vel við vorum að leysa úr kvörtunum. Og ef við skoðum áhrifin, að þeir sem hafa ekki kvartað, þeir eru að meðaltalið að gefa 73,3 í ánægju af 100 möguleikum. Nú, ef ég haft ástæðu til að kvarta en gerði það ekki, þá gefið meðaltalið 64,8, þannig að strax þetta hafa gífurlega áhrif, þannig að cirka 9 stig niður á við. Nú ef ég hef kvartað, þá náttúrulega býst ég að fá einhverja góða þjónustu tilbaka, en samt upplifum ég það og ég gef það ánægju 56,6 stig. Þannig að fólk lendir í þjónusturofi, lætur vita að þá að gefa næstu 18 stigum lægra. Þannig að gífurlegt tækifæri í þessu, og ég segi alltaf við fyrirtæki að þetta vera með ánægjustu viðskiptavina, þá að hafa mjög gott svona ábendingaferli og vinna vel í þessu málaflokki. Nokkrar spurningar bara svona, nokkrar niðurstöður svona á heildina. Fyrir ímynd okkur að það var 1 fyrirtæki mælt, þá þetta svona meðaltalið af öllum fyrirtækjunum, og við sjáum það að konur eru marktækt ánægðari. Það hefur bara alltaf verið. Ég man eftir 3 rannsóknum á mínu ferli sem konur eru óánægðari. Ef vil ég vita það, þá get ég spjallað við mig eftir á. Ég ætla ekki að segja hvaða fyrirtæki það voru. Athyglisvert að sjá eftir aldri að ánægðasti hópurinn og marktækt ánægðasti 65 ára og eldri, og þessi hópur fer bara ört stækkandi hjá okkur. 55 ára til 64 ára líka ánægður, aðeins hærri en hinir, og ef við tökum alla sem 18 ára eldri, sem svona 300.000 manns, þá þriðjungur þjóðarinnar orðnir 55 ára eldri. Og ég tala ofta svona falda markhópinn og gleymda markhópinn 55 ára eldri. Athyglisvert að sjá þetta. Margir telja alltaf landsbyggðarfólk sem miklu ánægðari en fólk á höfuðborgarsvæðinu. Það það ekki í ár, það að segja, það ekki margtöku munur með ánægju viðskiptavina hvort sem eru á landsbyggðinu eða höfuðborgarsvæðinu. Og bara svona lokum, svona smá komíst, ánægðasti hópurinn eru 55 til 64 ára konur á landsbyggðinni, en óánægðasti hópurinn eru 25 til 34 ára karlar á landsbyggðinni. Ég var svona, þetta eru kannski mömmunar og þetta eru syninir vinstra megin. Þetta gífurlegu munur, sko. Ég veit ekki hvað að gerast, sko. En þið vita að þessu, þið með stóri ákveðnum markhópum, þá kannski ekki gott að vera með 25 ára til 34 ára karlmenn á landsbyggðinni. En bara djóki, ég ekki að tala illa um landsbyggðina.
Að loka langaði ykkur sína, þetta eru öll fyrirtæki sem voru mæld og þetta eru fullt af tölum og einhverjum punktum, kannski er þetta átt að sjá þessu, en næst niðri viljum við helst ekki vera, þá er ánægjan sem minnst og tryggðin sem minnst og lengst uppi til hægri, þar viljum við að sjálfsögðu vera og þarna eru bara 2 fyrirtæki hérna mjög ofarlega og líka önnur 2 þarna sjáum við og flest eru svona allir svona í samfellu og í svona innan línu, ef við dröfum línu gegnum þessa punkta, fyrir utan eitt fyrirtæki hérna sem ánægjavógin er 65 og tryggðin svona kringum 42. Það er svona ekki skemmtileg stað til að vera á, en ég er ekki upplýstur að hvaða fyrirtæki það er. En þetta er eitt af þessum 9 fyrirtæki sem við mældum núna til viðbótar. Nú er bara komið af afhendingu og við ætlum að byrja á verslunarmiðstöðum og gera svo vel, Gunnhildur. Takk. En fyrsti verðlaunahafinn hér í dag og hæst verslunarmiðstöða er Smáralind með 65,2 stig og það er hún Sandra Arnardóttir, framkvæmdastjóri Smáralindar, sem ætlar að veita viðurkenninguna móttöku. Takk fyrir og til hamingju með daginn öllsumul. Það er mikill heiður að vera hér í dag og taka við þessari viðurkenningu fyrir hönd Smáralindar. En þetta er í 4. sinn sem Smáralind hlýtur þessa viðurkenningu af þeim 5 skiptum sem verslunarmiðstöðvar hafa verið mældar. Við erum því ákaflega stolt og þakklát. Að okkar mati er þetta afrakstur þeirra vegferðar að vera sífellt að þróa og bæta Smáralind. Við höfum lagt mikla áherslu á það að bjóða upp á fjölbreytta verslanir, veitingastaði og þjónustu. Við höfum verið að skapa hlýlegt umhverfi með góða aðgengi og stað þar sem allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Við höfum líka lagt mikið upp úr því að hlusta á okkar viðskiptavini, læra af þeim og vera stöðugt að þróa okkur í takt við þeirra þarfir. Þar kom okkar rekstraraðilar sterkt á borðinu en einnig höfum við verið að gera reglulega viðhorfskannanir á meðal viðskiptavina til að fá endurgjöf og heyra hvað það er sem virkilega skiptir þá máli. En Smáralind væri nú ekkert nema tómt hús ef ekki væri fyrir þá frábæru rekstraraðila sem það starfa og það er nú ekki hægt að taka við þessari viðurkenningu án þess að þakka þeim fyrir þennan árangur og öllu því starfsfólki sem starfar í Smáralind. En þó að við sem að rekum Smáralind sjáum að halda húsinu aðlaðandi og skapa þar ákveðna upplifun, að þá myndi þessi árangur aldrei nást nema með metnaðarfullum rekstraraðilum og frábæru starfsfólki. Þannig að ég vil tileinka öllu því fólki þessa viðurkenningu. En við vitum að ánægja viðskiptavina er stöðuvinna. Þetta er ekki marklína heldur vegferð. Og það eru fjölmörg spennandi verkefni framundan hjá okkur sem miða að því að styrkja Smáralind enn frekar og það er gaman að segja frá því hér í dag að í lok þessa árs ætlum við að opna nýtt og stórglæsilegt veitingasvæði í austurenda Smáralindar sem ég tel að muni eflaust gleðja marga og skilar okkur mögulega hærra skori í þessari mælingu. Við ætlum allavega að halda áfram að bæta okkur og gera Smáralind að áfangastað þar sem ánægjan blómstrar. Þannig að bara vonandi sjáumst við aftur á ári og takk kærlega fyrir okkur. Innilega til hamingju, það var kannski gaman að sjá glæðurnar hérna, já, þarna sjáum við munun á milli. Smáralind með 65,2 stig á 100 mögulegum og Kringla með 63,2 stig. Það er hérna munur 2 stigum, var ekki kannski það mikill munur að það myndi ná gildamerkinu en það verður spennandi að sjá að mitt með innleiðingu á nýjum hugmyndum sem eru búin að vera að skoða Smáralind hvað áhrif það mun hafa og ef við skoðum þróunina milli síðustu 2 ára að þá er hérna bæði Smáralind og Kringlan að lækka. Það er svona aðeins meir lækkun í Kringlunni. Það kom einhver bruni í fyrra sem klálega kannski hefur haft einhver áhrif á upplifun viðskiptavina þar líka. Þannig að þetta er samt svona svipuð þróun á milli hjá Smáralindinni og við skoðum þetta frá upp á einmitt árið 2020 þá er þetta svona ansi spennandi sko. Þetta er ekki mikill munur, aldrei marktækur þannig að ég er bara spenntur að sjá hvernig þetta verður á næsta ári og hvort að við fáum að sjá kannski marktæka mun næst. Það verður spennandi að sjá. En þá er það tryggingafélög. Sjóvá með 69,1 stig
það eru þau Birgir Viðarsson, framkvæmdastjóri sölu og ráðgjafar og Elín Þórunn Eiríksdóttir, framkvæmdastjóri Tjónasviðs sem ætla að veita viðurkenningar móttöku. Þau eru velkomin. Langar að byrja á að þakka stjórnvísi fyrir að leggja metnað í þessa mælingu. Metnað í mælingu á ánægju viðskiptavina á markaði. Við Birgir, við tökum á móti viðurkenningunni fyrir hönd allra starfsmanna og þjónustuaðila Sjóvá. Það er okkur mikill heiður að vera í hópi þeirra fyrirtækja á markaði sem viðskiptavinir upplifa að sé að veita betri þjónustu en aðrir og við vitum að það er ekki sjálfgefið. Við erum afar stolt að því að ná þeim árangri að hljóta þessa viðurkenningu Íslensku ánægjuvogarinnar nú 8. árið í röð og með marktækum mun. Við leggjum mikið upp úr samvinnu og höfum verið að stytta boðleiðir og þétta raðirnar og þeir starfsmenn sem eru ekki í beinni þjónustu við viðskiptavini leggja sig fram við að þjónusta framlínu. Enda tölum við oft að það séu 180 ástæður fyrir við náum árangri hjá Sjóvá. Það eða sirka svona starfsmannafjöldin. Þessi árangur næst ekki nema með frábæru starfsfólki sem stendur saman alla daga og eru með skýr markmið að veita viðskiptavinum framúrskarandi þjónustu. Já, við teljum einmitt að lykillinn á því að eiga ánægða viðskiptavini sé að vera með ánægða starfsmenn og bæði eru svona hluti að kjarnamarkmiðum Sjóvá. Markaðurinn sem við störfum á á flegi ferð sem er gaman og heldur okkur tánum og við leggjum mikið úr því að eiga gott samtal við okkar viðskiptavini, bæði á einstaklingsmarkaði og fyrirtækjamarkaði. Langtíma samband við viðskiptamenn okkar er eitthvað sem við leggjum upp úr og erum afar stolt af því að eiga stofn sem er elsta tryggðakerfi á íslensku vátryggingamarkaði þar sem að tjónlausu viðskiptavinir geta fengið hluta iðgjalda sína endurgreitt. Við búum að afar öflugu útibúanetti og höfum unnið að því undanfarin misseri að styrkja enn frekar með meðal annars fjárfestingu í innviðum og tæknilausnum til þess að geta þjónustað og afgreitt viðskiptavini okkur hratt og örugglega land allt. Við þökkum viðskiptavinum okkar fyrir að velja okkur og markaðnum heild fyrir þessa frábæru viðurkenningu. Takk fyrir okkur. Áfram Sjóvá. Innilega til hamingju Sjóvá og eins og við sjáum þeir eru með gildamerkið marktækum munur á milli þeirra og þess fyrirtæki sem eru í öðru sæti og sem bara skoða strax þróunina sem er að gerast milli ára, það er alltaf meira spennandi. Þannig að Sjóvá er að takast að hækka sig hérna úr 67,5 upp í 69,1 stig og Vís hækka sig líka 0,5. Vörður er eina fyrirtæki sem lækka sig, þó sé ekki mikið, það er 1,2 lækkun og TM er líka sömuleiðis að hækka. Þannig að svona annað, þriðja, fjóra seti er þetta ansi svona spennandi þar á milli en eins og sé, bara til hamingju Sjóvá að vera hérna marktækt á þessu markaði. Og hérna sjáum við þróunina og sem minnst á þetta áður að svona allt frá árinu 2000, við höfum góða sögu, þá var TM sem var svona með ánægstu viðskiptavinina og Sjóvá ekki. Síðan náður sannarlega að snúa þessu við og eru búin að vera með ánægstu viðskiptavinina í góðan tíma. Þannig að það er meira en að segja að viðhalda þessu. En það er margt að gerast, Vís er að hækka þarna líka og TM, þannig að það verður gaman að sjá hvernig næsta ár verður. Og þá er það raforkusölur. Já, verðlaunahafi og hæst allra raforkusala er Orka náttúrunnar með 69,1 stig og það er Jóhann Ingi Magnússon, forstöðumaður sölu og þjónustu hjá Orku náttúrunnar sem ætlar að veita viðurkenningu móttöku. Þá er velkomin. Takk fyrir. Það er heiður að fá að taka á móti þessari viðurkenningu fyrir hönd starfsfólks ON. Þetta er 7. skipti sem við erum að taka á móti þessari viðurkenningu og þetta er auðvitað raddi viðskiptavina okkar, þannig að við erum alveg sérlega ánægð og stolt af þessum árangri. Það er mikil umræða búin að vera orkumarkaðinn síðustu misseri og það er mikið að gerast af þess að orðleiki það eitthvað meira en það er okkar metnaður að vera ábyrg í bæði raforkuframleiðslu og alltaf raforkusölunni. Og við sjáum að þetta er svona ákveðin rós í hnappakatið að við séum að standa okkur vel
gagnvart almenningi. En þetta raforkumarkaðurinn það er mikið samkeppni og það er mikið fjölbreytileiki núna og þessi markaður að breytast mjög mikið og það verður gaman að sjá bara hvernig fyrirtæki á þessu markaði munu aðgreina sig og orkuskiptin hefur okkar leiðarljós í þessari aðgreiningu og bæði innviða uppbygging í hleðslum og að selja raforku á rafbíla hefur verið það sem kannski aðgreinir okkur á markaði og vonandi bara heldur þessi þróun áfram og orkuskiptin taki ekki bakslag sem að virðist svona vera smá indiketur á markaðinu í dag. En af hverju og hvað veldur ánægju viðskiptavina var spurt og það þetta fyrst og fremst starfsfólki okkar. Við erum með frábært starfsfólk sem að svara í síma og veritum alla sólarhringinn með metnað, með bara ótrúlegum dugnaði. Þannig að þetta er dagurinn og þetta er verðlaunin þeirra. Þannig að bara takk kærlega fyrir okkur. Innilega til hamingju Orka náttúrunnar og við skulum kíkja á tölunar. 69,1 stig Orka náttúrunnar með, Orkusalan 67 og HS Orka með 60,7. Það er betra átt að sjá þess að við skoðum þróunina. Frábært að sjá fyrir Orka náttúrunnar, einmitt það er mikið umtal líka bara búið að vera með verð á rafmagni á síðastliðnu ári og samt að vera að hækka sig 1,1 stig sem er bara frábært. Orkusalan hins vegar líka að hækka sig töluvert þarna 4,2 stig. Þetta er alveg spennandi þarna milli þeirra. HS Orka hins vegar að lækka töluvert niður og ég held að sé mitt svona hugsanlega einhverja ytri aðstæður. Það er ýmislegt að gerast á þeirra svæði. Eldgos og fleira og síðan gæti líka haft áhrif eignarhlutvallið, það er að segja. Þetta er svona ekki lengur svona kannski hornsteinn í hér að einhver leyti sem getur haft áhrif líka. Ímyndin hefur líka mjög mikil áhrif sem að sér sem áhrif á einhvernir hjá fyrirtækjum líka og sjálfsögðu þjónusta starfsfólks líka gífurlega mikil áhrif. Þróunin hérna, það er náttúrulega, maður sér kannski í þessu trendi að lækkar svona aðeins kringum hrunið þarna 2007-2008 niður. Það er ekki allir markar sem gerðu en þó nokkrir. En þetta er orðið svona, við sjáum hérna svona myndrænt séð rauðastriki hérna fyrir niðurdólt í HS Orku. Því HS Orka var mjög hátt í ánægjuvoginni upphafi. Með mjög háar einkunni hérna rauða línan uppi, allt frá árinu 2002. En eins og segi, samkeppnin er alltaf að aukast og mikið fyrir að breytast í þessu markaði klálega. En þá er komið að bygginga af vöruverslunum. Sigurvegari og marktækt hæst byggingarvöruverslana er Byko með 71,5 stig og það er Haraldur Bergsson, framkvæmdastjóri smásölusviðs Byko sem ætlar að veita viðurkenningu móttöku. Bjóðum að velkomin. Og svo farum við sjálfsögðu líka. Takk fyrir. Trausti að opna þetta hérna á því að spyrja hvort allir væri slakir. Bara nei, við erum bara ekki búin að vera slök sko. Við erum bara búin að vera mjög stressuð. En fyrir viku síðan að þá hérna svona aðeins svona tónu okkur niður við ánægjuvogin var okkar. Og það er ekkert ástæðulausu sem að við erum stressuð. Þetta er bara einn af okkar stóru mælikvörðum sem skiptir okkur öllu máli. Við erum búin að setja okkur þá framtíðarsýn að veita okkar viðskiptavinum bestu heildarupplifun þegar kemur af framkvæmdum og fegrun heimilis. Og þar kemur þessi mælikvarði sterkur inn. Án viðskiptavinana værum við ekki neitt. Kæru viðskiptavinir, takk fyrir okkur. Starfsfólk Byko, þetta er okkar dagur. Við fögnum í dag. Njótum dagsins, takk fyrir okkur. Gott að heyra þessu mjögslög. Núna. En kíkjum á stöðuna og eins og áður kemur fram, Byko með gildamerkið marktækt hærri og vegna breytta aðferðafræði eru líka komið Bauhausinn sem hefur ekki áður verið ánægjuvoginni fyrir bara einu sinni þegar þeir komið inn fyrst á markaðinn. Og þeir eru hérna í öðru sæti með 67,3 stig og Húsasmiðja með 65,3. Skoðum þróunina fyrir utan alltaf Bauhaus sem kemur nýtt inn. Byko er að hækka sig hérna 1,2 stig, flott að sjá það. Og Húsasmiðjan stendur bara eiginlega í stað. Þetta er eiginlega engin munur þótt að sé 0,1 stig af 100 mögulegum. Og ef við skoðum þróunina þá hefur Byko bara sannlega tekist að vera svona með gildamerkið frá upphafi mælinga árið 2017.
Þannig að þetta bara framúrskarandi árangur og já, ég veit ekki, ég fara að sjá einhverja breytingu, sko, mér spennandi í þessu en BYK alveg sannlega með þetta eins og Þá komið að flugfélögum. Sigurvegari og marktækt hæst flugfélaga Icelandair með 72,3 stig og það Haraldur Bergsson, nei, það Anna Lilja Björnsdóttir, forstöðumaður rekstrarsviðs Icelandair sem veitir viðurkenningu móttöku. Gjörðu svo vel. Já, tekur þetta. Góðan dag öll, gaman að vera með ykkur hér í dag. Við hjá Icelandair erum að vonum afar þakklátt fyrir þessa miklu viðurkenningu. Hún okkur mikilvæg, ekki síst fyrir starfsfólkið okkar sem að leggur sig fram á degi hverjum að gera hvert ferðalag af ánægjulegri og áreynslulausri upplifun fyrir viðskiptavini okkar. Í starfi mínu ber ég ábyrgð á starfsemi og þjónustu í farþegarýminu. Það mér því einstakur heiður að standa hérna í dag og taka á móti viðurkenningunni fyrir hönd þeirra sem starfa í framlínu hjá Icelandair. Fyrir hönd flugfreyja og flugþjóna og allra þeirra sem að starfa í þjónustu hjá okkur, hvort sem að það borð, á flugvöllum eða á skrifstofum félagsins. Það óhætt að segja að þau séu hjartað í góðri upplifun okkar farþega. Við leggjum mikið upp úr öflugri þjálfun, þar sem að öryggi að sjálfsögðu alltaf í fyrirrúmi. Fólkið okkar það býr yfir mikilli reynslu og þekkingu sem að sýnir sig einna helst þegar að uppkoma krefjandi og óvæntar aðstæður og það ekki ósjaldan sem að það gerist. Endurgjöf frá farþegum, hún sýnir það að þetta kunna þeir að meta ásamt faglegri og góðri þjónustu þessari persónulegu þjónustu sem við leggjum mikið upp úr og fólkið okkar svo sannarlega vel þekkt fyrir. Við þökkum viðskiptavinum fyrir að velja Icelandair. Þessi viðurkenning að mælast hæst á okkar markaði í íslensku ánægjuvoginni árið 2024 mikill heiður en jafnframt hvatning. Við munum áfram leggja okkur fram að standast væntingar sem gerðar eru til okkar og vonandi gott betur. Takk kærlega fyrir okkur. Innilegri hamingju Icelandair. Hérna sjáum við, þeir eru með gjaldamerkið og eru marktækt hærri heldur en Play með 72,3 stig. Og ef við skoðum kannski þróunina, þá bæði félögin að lækka mjög lítið, þetta er ekki mikið lækkun. 2 stig hjá Icelandair og 1 stig hjá Play. Alltaf gaman að skoða smá þróunina. Við settum til gaman sem að WOW Air sem var til 2018. Þannig að þetta alltaf erfitt að fá góðar einkunnir. Þeir voru bara með 60 þar og Icelandair með mjög fína einkunnir á þeim tíma. Sér kemur Play nýtt inn á markaðinn og voru svona rétt yfir Icelandair en Icelandair tók síðan að hefja aftur upp flugið fyrir ofan Play og halda gildamerkinu. Þannig að verður gaman að sjá hvernig næsta ár verður þarna. En þá komið að ritfanga og bókaverslunum. Já, og sigurvegari og marktækt hæst ritfangaverslana A4 með 73,8 stig og það Vilhjálmur Sturla Eiríksson, framkvæmdastjóri sölu og vörusviðs A4 sem veitir viðurkenningu móttöku. Gjörðu velkomin. Kærar þakkir. Sömuleiðis. Jæja, takk fyrir þetta. Æðislegt. Þriðja árið okkar. Ég sagði í fyrra að það væri gaman að koma hérna hverju ári og benti á Nova í því samhengi, búin að vera hérna dálítið lengi og ég næði þeim líklegast ekki nema þegar hætt að koma en manni líður mjög vel í þessu og þriðja árið og annað árið í röð hjá okkur þar sem við erum með gullmerkið náttúrulega bara eitthvað sem við erum mjög stolt af.
Þetta er auðvitað heiður starfsmanninn okkar. Ég er auðvitað þakklátt viðskiptavinunum fyrir að velja okkur, en þetta gerist á gólfinu og þetta er ekki eitthvað sem maður gengur að vísu. Þetta er hard work, það þarf að hafa fyrir þessu, þetta er stöðuleiki, þetta er hvernig við tökumst á við kvartanir. Ég held að vöruframboð okkar hjálpar okkur líka. Við erum svona skapandi fyrirtæki, það er allir að berjast við börnin í skjánum. Við höfum verið dálítið minni skjátími og meiri samvera, sorry með það Elko, en þetta er bara það sem að fólk þarf á að halda í sitt líf líka. Tölvurnar eru góðar, en þannig að ég held að það eru margir þættir í þessu. Fyrst og fremst er þetta auðvitað bara starfsfólki okkar að standa vaktina svona vel, en það er margt annað sem við erum að gera. Þetta rímar ágætlega við okkar mælingar, við erum í okkar innri mælingum og höfum verið þar algjörlega framúrskarandi í okkar verslunum og á okkar markaði. Þannig að ég er mjög stoltur af þessu. Ég þakka þetta Prósent og ykkur fyrir að standa könnuninni og bara vonandi sjást við eldhress að ári. Takk fyrir okkur. Já, A4, innlendri hamingju og einmitt gildamerkið og með 73,8 stig og pennin með 71,3. En skoðum aðeins þróunina hérna. Það er bæði að hækka sko, þannig að þetta getur verið spennandi á næsta ári. Við sjáum að A4 er að hækka þarna 2,9 stig og pennin örlítið meira sko. Þannig að þetta verður spennandi á næsta ári, en eins og A4 segir, það er þeir ætla að halda öllu vopnum sínum út þetta ár líka og vonandi koma aftur á næsta ári. Þróunin frá upphæðumælinga með síðan árið 2019, þá var pennin einmitt hérna fyrir ofan og þetta snerist síðan við hérna árið 2022 og þetta er þá þriðja árið í röð og vel gert bara A4. Það var að matvöruverslanir. Já, og sigurvegari og marktækt matvöruverslana er Krónan með 74,1 stig og það er Guðrún Aðalsteinsdóttir, framkvæmdastjóri Krónunar, sem veitir viðurkenningunni móttöku. Það er alltaf svo gaman, þessi dagur er bara alveg einstakur og maður bíður alltaf í ofan eftir því að heyra frá henni Gunnhildi. Það er gífurlega mikill heiður að vera hér í dag og fá að taka á móti þessari viðurkenningu fyrir hönd okkar frábæra starfsfólks í Krónunni, en þetta er í 8. skipti sem við hljótum þessa viðurkenningu. Hún er okkar alveg einstaklega dýrmætt og þvílíkt búst inn í nýtt og spennandi ár sem er framundan. Hvað er það sem skapar ánægju viðskiptavina í Krónunni? Ég held að það séu margir þættir sem koma þar inn í, en í grunninn þá er það þetta virka samtal sem við eigum við okkar viðskiptavini. Þar sem við erum að þróa okkur áfram í átt að matvöruverslun framtíðarinnar í góðu samstarfi við þá. En þetta er stundum krefjandi. Við erum að reyna að búa til þessa heildarupplifun og það er svona ýmislegt sem kemur að því að búa til lausnir sem einfalda lífið og skila fólki góðri upplifun frá A til Ö. En þetta er alltaf ótrúlega skemmtilegt og verðugt verkefni. En þetta væri ekki hægt eða væri ekki fyrir okkar einstaka starfsfólk, en þau mæta á hverjum einasta degi tilbúin í slaginn og tilbúin að gera betur í dag heldur en í gær. Það er þeirra framsækni og einstaka liðsheild sem er að gera Krónuna því sem Krónan er í dag. Fyrir það er ég alveg einstaklega þakklát og ég er mjög stolt af því að fá að starfa með svona frábæru fólki á hverjum einasta degi og þetta eru svo sannarlega verðlaunin þeirra. Innilega til hamingju öllsumul með þessa viðurkenningu og með þennan frábæra dag og pössum öll að fagna þessum einstaka sigri. Takk fyrir okkur og bara áfram veginn. Jæja, til hamingju Krónan. 74,1 stig og við erum að sjá dálítið mikil mun hérna. Þannig að Krónan er svo sannarlega að standa sig vel í aðgreiningu og bónus sem er í öðru sæti, þarna er munurinn 8,1 stig sem er mjög mikill munur. Og núna erum við komið með, að því við núna erum búin að breyta þess aðferðafræðinni og þeir sem 15% þjóðarinnar meira sem er að versla í matvöruverslunum, þá
þá er það líka Hagkaup og fara að versla matinn í Costco. Þannig að þeir eru líka komin þarna inn. En þið sjáu að þetta er nú mjög svipaðar einkunnir, þannig að 66 en síðan er Netto þarna með lægstu einkunnina 62,5. Þannig að ef við lítum á þróunar síðanstu 2 ára, þá er samt krónin að ná að hækka, voru 73,7 síðast og hækka 0,4 og bónus stendur bara nánast í stað en Netto er því miður enn að lækka núna 1,3 stig. Og hérna sjáum við að árið 2017 þá var þetta nýjafnt á milli Netto og krónunar. Síðan hefur bara krónan svona bara verið sigurvegarinn allan tíma síðan þá. En það hefur margt að gerast framundan. Netto var að kaupa Heimkaup og hérna Prís og eitthvað, þannig að það verið gaman að sjá hvernig samband það verið þar. Þannig að það verið margt að gerast framundan en bara innlega til hamingju þetta króna, þetta er flottur árangur. Og þá er komið að raftækjaverslunum. Já, verðlaunahafi og hæstir allra á raftækja, sem sagt hæstir allra raftækjaverslana er Elko með 76,2 stig og það er Óttar Örn Sigurbergsson, framkvæmdastjóri Elko, sem veitir viðurkenningunni móttaka. Takk fyrir. Jæja, Jesús, þetta er hérna. Ég segi bara loksins. Það er rosalega gaman að geta mætt á hana viðburð og við erum búin að bíða lengi. Óttar heiti ég og framkvæmdastjóri Elko. En árið 2020 þá innleiddum við nýja stefnu með 5 ára framtíðarsýn að við ætlum að eiga ánægjustu viðskiptavinna á raftækjamarkaði. Og í kjölfarið var sett ný áhersla á hverju ári með tilganginn að breyta hegðun og stilla menningu til að komast nær þessu markmiði. Við stóðum í umtalsverðri framþróun í 5 lykilflokkum til árangurs: verslunum, starfni þróun, þjónustu, sjálfbærni og mannauðsmálum. Og 5 árum seinna, eftir þetta 5 ára langtímamarkmið sem var sett, eftir viðburðaríka innleiðingu stefnunnar og þrotlausa vinnu, þá náðum við markmiðinu loksins. Og ég er svo ánægður, þetta er alveg þvílíkt flott fyrir okkur, sko. Hvað segir Elko? En þetta er kærkomin viðurkenning á okkar starfi síðustu ár og ég vil þakka starfsfólki Elko fyrir þessi myndal, þið, starfsfólk Elko. Ég þakka ykkur fyrir framúrskarandi störf og metnað til að ná þessu markmiði. Þið eru alveg ótrúleg. Þetta er búið að vera geggjuð 5 ár og ég vil einnig þakka stjórnvísi fyrir ánægjuvóina og prósent fyrir mælingar. Við hefðum ekki líklegast farið í þessa vegferð nema að væri til svona mæling til þess að keppa af stað, þetta ég keppnismaður. Takk fyrir okkur. Það er innlega til hamingju, Elko, og gaman að heyra að þið hafið sett ykkur þessa stefnu árið 2020 og þetta er náttúrulega eins og við vitum bara, þetta er ekki sem gerist sjálfur sér. Þetta er bara endalaus vinna og stöðug vinna og það er ekkert sjálfsagt í samkeppninni. En þið eru með 76,2 stig og heimilistæki 75,5. Þetta er 0,7 munur, það verður gaman að sjá næsta ári. En við sjáum þessum þróunina, það sem er svona taka eitthvað smá trend í það að Elko er að hækka hérna 1,6 stig menn heimilistæki lækka örlítið 0,3 stig. Þannig að þetta er búið að vera mjög jafnt inn á milli þessar tveggja aðila allt frá árinu 2020. Við byrjum að mæla þennan markað en bara innilega til hamingju Elko að vera komin hérna fyrir ofan og við hlökkum til að sjá bara næsta ár, klálega. Og þá er komið að apótekum. Já, verðlaunahafi og hæst allra apóteka er Lyfjaver með 76,6 stig og það er Hákon Steinsson, framkvæmdastjóri Lyfjaver, sem veitir viðurkenningunni móttöku. Gjörðu svo vel. Takk hérlega fyrir. Það er komið sæl og blessuð og innilega til hamingju öll sömul fyrir viðurkenningar dagsins. Nú, það er ótrúlega gaman að koma hérna í fyrsta skipti sem sigurvegari ánægjuvógarinnar, eða í fyrsta sæti, sem maður segir. Og ég er gríðarlega stoltur og þakklátur okkar viðskiptavinum og starfsfólki fyrir að við séum komin á þennan stað.
og þakka þeim öllum kærlega fyrir. Nú, við höfum ávallt lagt mikla áherslu á þjónustu, hagstætt verð og nýsköpun í okkar starfsemi og þeir sem kannski ekki þekkja lyfjaver, við erum staðsett á einni starfsstöð og svona hinn almenni viðskiptavinur kannski keyrir fram hjá Suðurlandsbrautina þar sem við erum staðsett og hugsar, jú, þetta er eitt apótek og hérna. En það er svo fjölbreytt starfsemi sem á sér stað þarna á stöðunni eins og hérna, sagt var hérna áðan, það þarf að vera komið ákveðna markaðshlutdeild á markaði og við erum ótrúlega stolt af að ná þessu með einni starfsstöð. En þetta er fjölbreytt starfsemi, þetta er apótek, netapótek sem hefur verið gríðarlega vaxandi. Fyrirtæki var stofnað í kringum vélskömmtun og lyfjum og þar er alveg gríðarlegt umfang. Flókið batteri sem vinnur við að þjónusta í rauninni landsmenn alla og heildsala, við förum vaxandi í lyfjainnflutningi og slíku. Þannig að það er ótrúlega magnað sko, að vera staðsett á einni starfsstöð og vera í samkeppni við stærri apótekskeðjur og ná þessum flotta árangri. Og þegar Gunnhildur hringdi í mig í síðustu viku, þá hélt ég að hún var að fara að bjóða mér að taka þátt í þessari mælingu og en var alveg ótrúlega hissa og þakklátur þegar hún tilkynnti mér það að við værum að lenda þarna efst. Þannig að það er geggjað sko. Nú, þetta er svona til marks það að okkur er að takast að auka samkeppni meðal apóteka á landinu öllu. Því að við erum ekki bara að þjónusta viðskiptavini Laugardalsins og þar, við erum að þjónusta allt landið. Það er gríðarlega mikið net hérna á höfuðborgarsvæðinu og land allt. Við dreifum lyfjum bæði í netapóteki og skömmtunum með póstþjónustu, með póstinum og með dropp landið. Og það er auðvelt fyrir alla landsmenn að nálgast lyfseðla og slíkt frá okkur. Það er alveg sérstaklega ánægjulegt að standa hérna í dag og taka við þessari viðurkenningu og þakka í rauninni samstarfsfólki mínu hjá Lyfjaveri. Nú, saman erum við að vinna að þessu markmiði og að veita þessa toppþjónustu og kannski horfum við ekki á að veita hana til þess að fá verðlaunin. Við veitum hana af innri ánægju og af auðmýkt í rauninni til þess að gera glaða viðskiptavini og alltaf hægt að gera betur og þessi viðurkenning hún hvetur okkur sannarlega til þess. Þannig að ég bara þakka viðskiptavinum okkar kærlega fyrir starfsfólki og framtíðar viðskiptavinum vonandi. Bara takk fyrir mig og gleðilegan dag, eigið góðan dag. Það er innöldri hamingju Lyfjaver og þetta var mjög athyglisvert sko því að fyrirtækin til að komast inn fyrir að vera með að lágmarki 50% þjóðarinnar hafa einhvern tímann verslað við viðkomandi fyrirtæki á viðkomandi markaði yfir ákveðið tímabil. Og við sjáum dálítið með þessu niðurstöðum að mínum að er að sjá bara fólk er að versla við mörg apótek og eftir ekkert bara eitt. Við erum að fara oft á marga staði yfir árið. Þannig að sjáum við samt líka að það er rosalega svipaðar einkunnir sko, Lyf er bara hæst 76,6, Lyf og heilsa 75,5 sem er bara mjög svipaðar niðurstöður, Lyfjaval 75,3 sem kemur Lyfja 74,4 en apótekarnir er svona örlítið lægri með 72,8 og fyrir að lækka þarna frá í fyrra lækkum 0,6 stig, það er ekki mikið en það sem er svona finnst mér persónulega líka að sjá Lyfju, hvað Lyfju er að hækka mikið þarna, næstum 5 stig. Þannig að það er allt að gerast og við erum komið 3 ný fyrirtæki á þennan marka líka. Að skoða þróunina þá er þetta alltaf svona, apótekarinn var alltaf efstur en með breyttri aðferðafræði þá eru komið fleiri apóteka inn. Þannig að þetta er bara samkeppnin er betur að aukast enn meira og eins og kannski Lyfjaver kemur inn á, staðsetningi skiptir ekki öllu máli lengur. Netið er orðið svo mikið og við erum alltaf að versla meira á netinu og sjá svona merkin það líka á eftir. Þannig að þetta verður spennandi að sjá hvernig apótekin munu þróast. Þá koma fjarskipta fyrirtækjum. Já, sigurvegari og marktækt allra fjarskipta fyrirtæki er Nova með 77.
Já. Man næri ekki eins og að kynna þig inn, sko. Nei, það er fyrirgefið, ég skal bara kynna mig. Þetta Margrét, já, þú kynni þig bara sjálf. Herðu, bara, vá, kæra þakkir fyrir hönd Nova liðsins. Ég heiti semst Margrét, alltaf kölluð Magga og er titluð sem skemmtana og forstjóri Nova. Ég var spurð, ekki fyrir löngu síðan, að hvort að þetta skipti einhverju máli. Og ég held að öll hérna í salnum myndu hlæja að þessari spurningu, en þetta fékk mig alveg til að hugsa af hverju ég væri spurð að þessu og fékk mig líka til að bara gefa kannski skýr svör með það af hverju þetta skiptir okkur í Nova-liðinu máli. Og þetta er í 16. skipti sem að við fáum þess heiðurs aðnjótandi að koma hérna, eins og Vilji sagði, allar að vonandi að ná okkur, ég ætla að vona að ná okkur aldrei. En við höfum frá upphafi, frá stofnun Nova, verið með skýr markmið og ég tel að skipta alveg gríðarlega miklu máli að vera með skýr markmið þannig að þú skapir gleði og já, líka árangur innan liðsins. Markmiðin okkar eru hvorki lágstæmd né hóvar. Við viljum vera besta liðið, eiga ánægðustu viðskiptavinina og vera með flottasta brandið. Hvernig gerum við það? Jú, við gerum það með ýmsum góðum venjum daglega og síðan með árangursríkum verkefnum sem skila sér í sigri eins og þessum. Og ég er ótrúlega þakklát besta liðinu sem að mínum mati er Nova-liðið, bara með fullri virðingu. Og því að þau eru bara einstaklega geggjuð og þau vakna á hverjum degi og gera betur í dag en í gær og leggja sig fram við það. Það koma auðvitað hægðir og lægðir og við tökumst alla á við mismunandi áskoranir á hverjum degi en alltaf vöknum við og mætum til leiks með keppnisskapið að vopni og bara til hamingju Óttar, ég skil hvernig þau líður og þetta er bara stórkostlegt. Þannig ég segi bara takk til okkar kæru viðskiptavina og takk umfram allt til Nova-liðsins, þið eru best. Já, Nova í 16. skiptið, þetta er flott. Innilega til hamingju, ótrúlegt. Hérna sjáum við stöðuna, 77,9 stig og Sími með 71,1 og Vodafone 64,1. Hér er líka alveg tölulegur munur eins og sjá kannski á það með matvörumarkaðinn, sko. Og þróunin er að Nova er að hækka sig hérna vel 3,7 stig. Síminn er líka að hækka en ekki eins mikið, þetta eru 3 stig. Síðan er Vodafone, þeir eru að lækka hérna 3 stig. Þannig að það er svona sjáum þróunina hérna frá því að Nova kom inn á markaðinn. Náðu náttúrulega hæstu hæðum við byrjuðum en búin að taka svona niður og upp en alltaf verið marktækt efst. Og þetta er mikill samkeppni á þessum markaði þannig að þetta er bara framúrskarandi árangur og verður gaman að sjá næsta árs með þetta. En þá er komið að húsgagnaverslunum. Já, sigurvegari og marktækt hæst húsgagnaverslana er IKEA með 78,2 stig og það er Trausti Friðbertsson, þjónustustjóri IKEA sem veitir viðurkenningu móttöku. Velkomin! Hej allesammen. Ég vil þakka viðskiptavinum IKEA kærlega fyrir okkur og óska ykkur öllum til hamingju með árangurinn. Þessi viðurkenning endurspeglar enn og aftur hversu frábært og dásamlegt samstarfsfólk mitt hjá IKEA er. IKEA tók nokkur góð skref á liðnu ári með stórbættri aðstöðu, starfsemi, fjölguðum þjónustuleiðum og sitthvað fleira. Ég tel að það ásamt því að við erum hrein og bein í okkar samskiptum, sýnum stöðugleika í verðlagi, en við höfum til að mynda haldið verðið frá febrúar í fyrra. Ásamt áherslu okkar í öllu sem við gerum á innihald umfram umbúðir og froðu, sé stór partur af því sem viðskiptavinir IKEA kunna meta. En kannski er þetta bara kjötbollurnar. Við höldum allavega bara áfram að gera okkar besta.
Takk kæra samstarfsfólk, takk viðskiptavinir IKEA, takk svo mikið, hei då. Innilega til hamingju IKEA og takk fyrir skemmtileg orð. Það er alltaf kjötbólunar sko, hvernig ekki farið þangað bara eftir. Herðu, hér erum við að mæla húsgagnamarkaðinn og hérna, það er 78,2 stig gildamerkið og alveg vel hærri heldur en Jysk sem fekk nýtt nafn fyrir 2 árum, eða minni að fyrra, eða hitti fyrir sem að tók upp nýja nafn í Jysk frá rúmfattalagarnu. Þróunin fyrir að hækka sig, þannig að það er bara frábært að sjá það. Þannig að það sem það hefur verið að gera hefur aukið ánægju viðskiptavina sannarlega þar. Og Jysk svona stendur í stað. Og ef við skoðum þróunina þá er IKEA búin að vera svona bara á toppnum samanborið þessi 2 fyrirtæki. Þannig að það er bara glæsilega árangur. Og þá er komið að, ég ætla að fara eitthvað niður verslanir hérna, bara svona heilt yfir. Það er nefnilega spennandi. Við erum búin að fara núna yfir svona smásölumarkaðinn og það er gott að sjá þetta svona í einhverju samhengi. Það er að segja hvernig þetta allt er að raðast frá hinu efsta til hins lægsta í svona retailmarkaði í sléttinu aðeins. Og þá sjáum við IKEA hérna efst og Apótekin er að koma líka ansi ofarlega, Elko í 3. sæti og síðan er hérna nýtt fyrirtæki sem við samt öll þekkjum sem heitir Vínbúðin með 69,7 stig. Það vonandi getur þau kannski farið að búa til sér marka fyrir þann marka þegar fleiri eru farin að versla við önnur fyrirtæki á netinu og allt eru löglegt og fínt kannski, maður veit það ekki. Og síðan hérna Reykjavík-lestina Netto hérna, þannig að það eru tölur munurinn á milli, 62,5 og upp í 78,2 stig. Þannig að þetta er sannlega mjög mikið áhrif á vöxt fyrirtækja og ánægja og tryggð og slíku. En við ætlum að fara núna í næsta markað sem hérna, þetta verður alveg spennandi að sjá sko, hann heitir núna þessu skemmtilega nafni Eldsneytis og hraðhleðslustöðvar. Og hérna, kannski myndi bara sé allt saminast við orkumarkaðinn, maður veit það ekki hvernig það verður á næstu missurum. En gjörðu svo vel, Gunnhildur. Já, sigurvegari og marktækt eldsneytis og hraðhleðslustöðva er Costco með 81 stig og það er Sólrún Hafþórsdóttir, aðildar og markastjóri Costco á Íslandi sem veitir viðurkenningunni móttöku. Gjörðu svo vel. Það er voðalega ánægilegt að vera hjá ykkur aftur. Þetta er unnið síðan við opnum í 2017 og við hlökkum alltaf mikið til að það er ekki sjálfgefið að við fáum þessi verðlaun. En við erum alltaf mjög spennt og ég hlakka mikið til að fara með þetta að færa starfsmönnum okkar sem eru bara best, mjög fjölbreyttur hópur. En það sem við eigum öll sameiginlegt er það að við leggjum svo mikið metnað í að bara þjónusta okkar meðlimi vel og vinna alltaf í því að reyna að bjóða bestu gæðin á lægstu verðin og það er á bensínstöðinni bara mjög mikil munur núna sem fólk kann að meta núna og alltaf bara en maður borgar aldrei með því að bara í sparnaði þegar maður er búin að fylla bílinn kannski 2-3 svar þá er maður búin að bara spara aðildagjaldið tilbaka og hérna sem nýtist mjög vel bara hjá öllum og sérstaklega fyrirtækjum líka, leigubílstjórum og þannig. Það er hægt núna að nota korti í símanum á bensínstöðinni sem er mjög spennandi. Það er Costco appið og það er hægt að nota það. Og svo er mjög spennandi bara að sjá hvernig þetta þróist. Þetta hvetur okkur alltaf áfram að standa okkur betur og ég vona að við erum komin upp herra á listanum í öðrum brandsum. Þannig að takk hérlega fyrir þetta og til hamingju allir fyrir ykkar áður. Innilega til hamingju, Costco eldsneyti. Costco er dálítið flókið þannig séð, þeir eru svo marga vöruflokka. Þannig að ef það væri bara bestir í öllu þá var bara já, Costco og Costco Apótekið og Costco þetta. En hérna sannarlega standur sér rosalega vel með Costco eldsneyti en þetta er svona þeirra aðalvara, bæði hér heima og erlendis, að þeir nota þessa vöru til að fá inn viðskiptavini og kaupa kortin. Þannig að þetta er svona gaman að vita þegar allir eiga rafbíla, það verður gaman að sjá hvernig þið bregðast í þeirri breytingu líka, það er spennandi. En skoðum hvernig þróunina bara hérna. Costco stendur í stað, hækkar 0,2 stig, en
það er að sjá svona dálítið gott stökk hjá orkunni. Það hækkar úr 67,9 upp í 73,1. Þannig að þetta er mjög góð hækkun og Atlantsolía er líka að hækka, OBI örlítið líka og N1 er líka að hækka 3 stig. Þannig að öll fyrirtækin að hækka en mismikið. Og ef við skoðum bara þróunina, þegar Atlantsolía kom að sínu tíma árið 2010 þá voru þeir svona með ánægðustu viðskiptavinna og síðan var samkeppnin aðeins meiri hann kringum 2015 en síðan kemur bara Costco og Elsneti inn og sjáum hvað þetta er svona frekar skýrt. En það þykir að vera svona slettuna aðeins svona price setter, stýra verði á bensinni á þeim stöðum sem við fara inn á markaðinn. En orkan er að hækka líka, þannig að það verður gaman að sjá hvort þið halda áfram að hækka og munurinn verður minni á milli. Mjög spennandi að sjá. Þá ætlum við að fara í næsta markað, póstþjónustu fyrirtæki, gerðu svo vel. Sigurvegari og marktækt hest póstþjónustufyrirtækja er Dropp með 84,2 stig og það er Hreinn Gústafsson, tæknistjóri Dropp, sem veitir viðurkenninguna á okkur. Já, góðan daginn, til hamingju allir. Ég ætla að fáránlegt að henda tölvunördinu hérna upp á svið. Það er fínt að vera stærri skjár sem það er í bakvið, þurft ekki að tala. En við erum bara gríðarlega þakklátt og ánægð og gaman að sjá að það sem við erum að fókusa á allan daginn, alla daga, er að gera viðskiptavinni ykkar sem við erum aðfenda fyrir ánægða. Það er að skila sér. Við erum líka þakklátt öllum afhendingastöðunum sem hjálpa okkur með að skila sendingunum hratt og vel til viðskiptavinna ykkar. Þannig að við hugsum bara það að allir viðskiptavinir sem eru hjá okkur eru ykkar viðskiptavinir. Þannig að bara takk hérlega fyrir og til hamingju allir. Já, einilega til hamingju Dropp. Hérna sjáum við það niðurstöður og þeir eru náttúrulega með 84,2 stig og sannarlega með gildamerkið. Fólk er mikið að versla á netinu, þannig að Íslendingar er að nýta sér ekki bara Dropp eða Póstinn, heldur líka sem dæmi DHL og Eimskip. Og þannig þá komið sérst 2 fyrirtæki til viðbótar og þeir aðeins er svona til annað til 3. sæti DHL og Eimskip. DHL með 69,4 og Eimskip 68,4 og Póstur með 58,6 og við skoðum hérna þróunina á að þá er bara Dropp að hækka sig samt sem áður. Fekk við rosalega háa einhvern í byrjuð fyrra og bara erfitt að viðhalda þessu, þannig að það er bara vel sér vikið að halda svipar einhvern og samt hækka 0,3 og hérna Pósturinn lækkar örlítið líka 0,6, þannig að þetta áttur að vera spennandi að sjá hvernig þróunin þessu verður. Þannig að Pósturinn byrjaði að mæla með hann fyrst alveg 2019, þá var hann í svona lægstu hæðum, þannig að hann er búinn að taka sér vel á, en það er Droppið er sannarlega í efsta sæti á þessum markaði. Þetta eru búin að koma mjög flottar vörur og þjónustu þegar þú fór inn á markaðinn. Þá er komið að bönkum. Já. Sigurvegari og marktækt hest á bankamarkaði. Þetta fyrirtæki er líka með hæstu einkunn ánægjuvorana í ár. En það er Indó með 84,4 stig og það er Hjördís Elsa Ásgeirsdóttir, markaðsstjóri Indó, sem ætlar að veita viðurkenninguna á okkur. Heyrðu, bara takk kærlega fyrir og fyrir hönd okkar allra í Indó teyminu. Það var bara við erum meir og þakklátt og afskaplega stolt. Þegar við opnuðum Indó fyrir 2 árum síðan þá settum við þetta sem langtíma markmið að ná þessari viðurkenningu. Hún er afskaplega mikilvæg, óháð og flott mæling og við vissum að það tæki tíma. Það tekur tíma fyrir nýjan sparisjóð að ná 15% markaðshlutdeild og ná bara yfir höfuð inn í mælingar. En núna 2 árum síðar að þá erum við komið með 75.000 viðskiptavini sem í dag að breyta bankakerfinu til eins betra með okkur. Og við erum alveg einstaklega heppin með viðskiptavinni. Þau taka þátt í könnunum, prófunum, eru alltaf til í spjall og hika heldur ekki við að kvarta og láta okkur vita þau getum gert betur, þannig að við höfum tækifæri til þess að bæta okkur. En okkur finnst þessi mæling líka eiginlega bara marka svolítið tímamót á bankamarkaði.
Það þarf ekkert, það er ekkert lögmál að vera pirrað út í bankann sinn og það er í raun og veru, við erum aftur komin í gamla daga þar sem er hægt að veita persónulega þjónustu. Fólk er alltaf velkomið að koma í heimsókn til okkar niður í Endó og senda okkur línu eða hringja okkur og það kostar ekki neitt. Þannig að þannig að ekki bara... En okkur langar svolítið að segja að tími sparisjóðanna sé komin aftur á Íslandi. Þannig bara takk kærlega fyrir okkur. Já, Endó, innilega til hamingju með þetta. Þetta er náttúrulega alveg framúrskarandi árangur og hæsta einkunn sem hefur verið mæld í Ánægðarvoginni, held ég. 84,4 stig og eins og ég var að segja áðan með breytti aðferðafræði og bara breyttum tíma, þá voru helmingur þjóðarinnar að versla við meira en eitt bankafyrirtæki sem var kannski öðru sem áður. En bankamarkaðurinn er alveg mjög sérstakur mínum að til að sýna á eftir, en sjá líka er Auður kominn líka með 81,4 sem er fókus á sparnaðinn, og síðan sjáum við bankana stóru þrjá, Landsbanka með 69 stig, 64,9 Íslandsbanka og Arion banka 64 stig. En skoðum þróunina, þetta er mjög athyglisvert, ég lá lengi yfir þessu. Landsbankinn er að hækka mjög mikið 8,2 stig og Íslandsbanki meira, þarna 11 stig cirka, og Arion banki 5,1 stig. Þannig að maður spyrir sig, hvað er að gerast? Af hverju bankarnir hinir að hækka svona mikið og sem kom 2,9, þú veist, það er bara rosalega gaman að vera á bönkum og allt að gerast bara. Og við settum til gaman, þið sjáu hérna ljósgrænu og svarta punktin sem er þá Endó og Auður, að þú veist, þetta er náttúrulega talið mjög há einkunn, en þetta er alveg hægt að vera með svona há einkunn, jafnvel þóttu líka með fulla þjónustu, líka með lán og verðbréf og slíkt. Og græna línan sem eru sparisjóðanir sem voru með fulla þjónustu bara eins og bankarnir í dag. Þú veist, þeir voru í kringum 80 stigin. Þannig að þetta er sannlega hægt líka hjá Íslandsbanka, Landsbankanum og Arion banka. Þannig að ég er bara búist í bara enn meiri samkeppni á næstu misserum og bankarnir fara að keppa neytandann að enn meira krafti en áður. En ástæðan þessi hækkun mikla er búin að vera í bankageirunum hjá Landsbankanum og Íslandsbanka, Arion banka, er að mestu leyti sú að mínu mati, og það sem ég er búin að skoða, er að bankarnir fengu með neikvæða umfjöllun á sínum tíma í árið 2023. Það var svona ákveðið dæmi með sölu á ákveðnum banka, vextina hafa farið hækkandi, þannig að það var mikil neikvæðin í gangi, en þeim hefur tekist vel að vinna út úr því og þeir eru svona komnir aftur á sama staði voru fyrir 2 árum síðan. Og síðan veit maður bara að fara að sjá aftur upp á við og bara Endó, bara innlega til hamingju þetta er framúrskarandi árangur og það er kannski samkeppnisaðilinn Auður núna hjá ykkur. Og eins og kannski áður kemur, það er rosalega feedback hérna hjá mér. 1, 2, já. Afsakið þetta var svona alltaf vel í eyrun hjá mér. En eins og kannski ég voru að koma inn á þann, það voru hástökkarnir og þeir eru 3 talsins, eins og áður segir. Það er Íslandsbanki sem hækkar 11 stig, hækkaði mest, Landsbankinn 8,2 stig, og Orkan 5,2 stig. En við skulum enda þetta á að sjálfsögðu hæstu fyrirtæki með Ánægðarvoginni. Og þetta er orðnar ekkert smá flottar einkunnir, allt yfir 80 stigum. Endó 84,4, Dropp 84,2 og síðan Costco Eldsneyti 81 stig. Og meðaltali markanum er 70,4. Þannig að bara innilega til hamingju með þetta. Gunnhildur, þú ekki bara þá loka þessu? Stjórnina hingað upp, stjórn Íslensku Ánægðarvogarinnar, og það er Lóa Bára Magnúsdóttir og Gunnar Thorberg, af því að við þurfum náttúrulega að þakka fyrir okkar hönd, En það er ofboðslega gaman að vinna með þeim tveim í stjórn og við njótum náttúrulega þess að vinna með Prósent og viljum þakka þeim sérstaklega fyrir einstaklega fagleg vinnubrögð. Og þau eru svona gagnrýnin og ákveðin og skemmtileg, en þetta er ekkert auðvelt starf. Nei, alls ekki. Og það kom alls konar uppákomur til okkar í Ánægðarvoginni og það þarf að mæla og hafa þetta alveg 100% rétt og þið tóku kannski eftir í ár, það hafa aldrei verið fleiri með marktaka mun. Þannig að það voru þeir sem að fengu skildina sem eru með marktaka mun og geta sagt með 95% vissu að þeir eigi ánægðastu viðskiptavinina.
Þannig að við viljum að sjálfsögðu þakka Skott fyrir að vonandi tóku eftir hvað var smart, þeir voru að fá verðlaunið, þá kom svona logoin ykkar upp og þeir leggja mikið í að gera þetta sem allra best og blómið komið frá Blómahönnun. Nú Haraldur Thors að mynda okkur all í bak og fyrir og varðandi myndatöku þá ætla ég að biðja alla sigurvegara að hingra við því að við ætlum að taka hópmynd til að senda blöðin því að nú eru fréttirnar tilbúnar og auðvitað þökkum við líka á Íslandshótelinu sem náttúrulega einstaklega gott að vinna með. En síðast en ekki síst okkar svona beiðni til ykkar að það að taka svona gleðina og ánægjuna með ykkur út í daginn því að bara veitir ekkert góðum fréttum sko. Þannig að bara njótið þessara sigurverðlauna og þess að vera hæst eða marktakt hæst að markaðnum. Við erum að gleyma að þakka. Þú gleymir öllum þessum búin að telja upp. Já. Það starfsfólk Prósent sem eru að vinna alla verðlaunina. Þau eru bara... Var ég ekki að þakka þeim? Ef þið myndi vita, ég ætla að fá að biðja þeim að standa upp, bara að segja að þessi hópur er búin að vera með nöfnin á fyrirtækjunum ykkar og tala ykkur í heilt ár. Og þetta svo mikil vinna. Ég held að séu 20.000 aðilar sem hafa tekið þátt með einhverjum hætti í að svara þessu könnunum og þau eru að finna hverja að svara og vinna úr þessum niðurstöðum. Og þetta óhemju mikil vinna, þetta bara fyrir hönd íslensku ánægju voru hann bara að biðja að standa upp krakkar við Prósent, því þarna er játni, skilur við. Glæsilegt, þannig að við þakkum fyrir okkur í dag og óskum enn og aftur öllum til hamingju og bara njótiði dagsins. Takk fyrir okkur.